Halldór tók 8 milljón króna lán til 4 ára. Vextir eru 3,75% per annum. Lánið á að greiða með jöfnum greiðslum. Og hér kemur A og B-liður. A-liður er hvað á Halldór að borga á hverju ári og B-liður hvað borgar Halldór mikla vexti í annað skipti sem hann greiðir að láninu. Hér er vísbending að nota formúlu 1 og svo formúlu 4. Byrjum að því að finna afborgunina. Notum formúluna hérna nummer 1, setja inn 8 milljón krónunar sinnum vextinir sem er 0,0375, deilt með 1 mínus og það kemur brotið 1 á móti 1 pluss vextinir 0,0375 í veldinu tíminn sem er 4. Þá fæ ég út að afborgunin er að jafnaði 2.190.949 krónur og 98538 aurar. Ok, við skulum þá finna út hver er afborgunin af láninu sjálfu. Númer 2. Setjum þá inn í formúlu 4. Afborgunin er 2.190.949 krónur og 98538 aurar. Ég námundi ekki þessa tölu hér, hún kemur bara eins og hún kemur á kunni. Mínus vextirnir, sinnum höfuðstóllinn, sinnum 1 pluss vextirnir í veldinu afborgun sem er nummer 2 mínus 1. Ennið hérna er 2, að þetta er afborgun nummer 2 og þá kemur hérna 2 mínus 1, þannig að þetta verður bara í veldinu 1 í raun og veru. Og þá fæ ég út að greiðslan, þessi afborgunarhlutin af láninu er 1.961.860 krónur og 60983 aurar. Hvað eru þá vextirnir háir? Jú, það er mismunurinn á þessu tveimur tölum. Sem sagt, 2.190.949 krónur og 98538 aurar. Mínus afborgun 2 sem er 1.961.860 krónur og 60983 aurar. Þá fæ ég út að vaxtarhlutin er 229.089 krónur og 37555 aurar og þessa tölum mætti ég að námynda, enda loka svarið.